Komið þið sæl, við byrjum á þessari fallegu tunglmynd sem var tekin af landinu miðbik dags í dag. Það var bjart og fallegt veður á sunnan og vestanverðu landinu og hitinn náði 17,5 gráðu í nágrenni við Markarfljót. En við sjáum líka hafíshröngler hér á Grænlandssundi þó að við höfum nú svo sem ekki séð hafís nær landi síðan í síðustu viku. Og svo var heldur svalara í þungbúnara veðri á norðan og austanverðu landinu. En ef við vindum okkur í yfirlitskortið, þá sjáum við að þar lítil lægð á Grænlandssundi. Hún fer hér yfir á morgun og það verður reyndar hæð sem tekur þarna við og síðan myndast myndarleg lægð vestan við Grænland sem að fer yfir Grænland og í áttina til okkar og frá þessari lægð hvessir talsvert á föstudag og föstudagskvöld. Hún ber með sér hlýindi en hins vegar sjáum við að næsta korti að það hvessir talsvert í kjölfarið. Hér sjáum við hvernig þetta breytist fram eftir degi á morgun. Það fara sunnanáttir yfir og verður bjart svona miðbik dags, síðan þykknar upp og fer að hvessa og föstudags nótt þá nú orðið svona heldur hvasst allavega fyrir hjólhýsi og húsbíla til þess að vera á ferðinni. En ef við skoðum hvernig veðrið verður hjá okkur á suðvesturhorninu í fyrramálið, þá byrjar þetta nú bara alveg þokkalega, 10 stiga hiti allvíða og hæg breytileg átt. Það svipað að sögu af segja af norðvestanverðu landinu og þar heldur kannski svalara, enda kannski eðlilegt en þó alveg 10-11 stiga hiti þar sem að verður hlýjast, svalara á Snæfellsnesi en áttin svona svipað suðuleg. Ef við vindum okkur þá á norðaustanvert landið, þá eins og ég segi þá styttir upp þar í dag og kvöld og léttir til og verður sennilega sólríkt og fallegt veður þar í fyrramálið og það svipað sögu að segja af suðaustanverðu landinu. Þannig að það má segja að þetta verði fínasta veður hjá okkur í fyrramálið fram eftir degi á morgun en síðdegis á morgun þá sjáum við að það verður farið að hvessa og þykkna upp á vestanverðu landinu. Hér sjáum við að vindhraðinn orðin þetta 8 til 13 metrar á sekúndu á norðvestanverðu landinu, kannski smá væta við Húnaflóa en hlýrra á austanverðu landinu. Þetta kort gildir klukkan 17 en það getur vel verið að hitinn fari í 20 gráður á héraði svona aðeins fyrir daginn. En ef við skoðum síðan næsta kort þá sjáum við hér hvernig vindaspáin sperrir sig frá föstudagsmorgni og við sjáum í fjalllendi bæði á Ströndum og Tröllaskaga þessa rauðu liti sem allt yfir 25 metrar á sekúndu og það von jafnvel á vindhviðum upp á 40 metrar á sekúndu á Laugardagsmótni í Eyjafirði. Þannig að hér ekkert ferðaveður fyrir nokkurt sem með einhvers konar eitthvað í eftirdrægi eða á húsbílum og það borgar sig ekki að vera fótgangandi á þessum slóðum heldur. En þá skulum við skoða kortið sem gildir fyrir föstudagskvöld, 10 til 15 metrar á sekúndu hér kannski við austurströndina, 15 til 20 metrar á sekúndu á Ströndum, Vestfjörðum og þar með talið þá á Hornströndum og eins á Tröllaskaga og eins og segi þá gætu hviður farið í 40. En svo sjáum við hvernig þetta þróast fram á laugardag. Þá eigum við vona á svona heldur skaplegar. Þetta föstudagskvöld og þá áfram þessi hvassi vindur en farið að létta til. En á laugardag þá heldur hægari vindur og miklu betra veður til þess að ferðast. Þannig að ég beini því bara til þeirra sem ætla að fara eitthvað austurlandi í hlýindin að annarkvort ferðast snemma á morgun eða á laugardag. En við sjáum hér að lokum kortið fyrir morgundaginn. Fínasta veður víðast hvar í fyrramálið en svo smám saman vex þessi austanátt á vestanverðu landinu og þykknar upp. Verið sæl.